Jæja, Hemmi, kannski, þú mátt alveg halda á þessu þú vilt. Hérna, kannski tölum fyrst sóknarleikinn. Hann var nú ekki bara marga fiska í dag. Sammála með þar? Já, sko við nýttum stöðuna hrikalega illa. Komumst í frábæra stöður, sérstaklega í fyrri hálfleik. Bara 4-5 sinnum hérna, 3-2 og 2-1 jafnvel og svona síðasta sending. Það var svolítið klaufagangur í því og líka kannski bara öflug pressa og kannski erfitt að spila, bæði lið spörkuðu svolítið langt, þannig að þetta var svona eins og við byggum svo sem við, þetta er barningur og það er alltaf erfitt að koma hérna upp á Skaga og þeir eru með hörku lið og þannig að við vorum með mjög fyrirskar lið og mötsuðum þá alveg í því, en hérna, eins og ég segi, þetta var 50-50 leikur og bara greiðlega fúlt að fara ekki með neitt. Og fannst þið vindurinn svolítið vera að hafa áhrif á leikinn? Já, bara svona, ég veit ekki hvort við séum flestir orðnir svona, eða þú veist, þetta verði alltaf bara skrýtnir leikir, grasleikir í dag. Það er ekki jafn svona krisp og léttar að komast í pressu og komast og stíga á menn í báðar áttir svo sem, þannig að, já, eins og ég segi, þetta var hörku barningur, vindurinn kannski ekkit, engin stór áhrif svo sem. Talandi nýja mannin, Kristoffer Dag, hvernig fannst þið frammistan hans í dag? Mér fannst hann frábær, hann barðist eins og ljón og hljóp úr sér lungun og þú veist, við fórum með ákveðið markmiðin úr hlénu að svona bæta varnarleikin okkar fremst af vellinum og það var risa bæting þar og mikið til honum að taka, hann var frábær. Hann ætla virðist að vera með endalaust úthald og algjörlega ósmeykur. Ég sá hann hoppaðan inn í Erik Sandberg í einvígin og Sandberg lá eftir sko. Þannig að hann virðist vera svona hörku drengur. Kallar ekki allt ömmu sína sem hann segir. Nei, það var vantilega maður að þínu skapi. Já, heldur betur. Við vitum að honum og hann er frábær leikmaður og framtíðar leikmaður hjá okkur og er búinn að taka miklu framförum síðan hann kom, þannig að við bindum mikla vonu við hann svona í framhaldinu. Nú var þetta fyrsti leikur hans Jónatans Inga í sumar. Það er ekki rosa stórt að fá hann tilbaka? Já, það er rísa stórt, við vitum það alveg. Þetta er eitt besti leikmaður deildarinnar að hérna fá svona fallbyssu tilbaka, þannig að hann komst í gegnum þetta, það var stórt og vonandi bara verið framhald af því. Svo eru náttúrulega tveir stóri póstar sem eftir að koma, Kitty og náttúrulega Patrik Pedersen. Eru þeir ekki væntanlegir bráðum, veistu það? Ekki alveg á næstunni, en eins og við erum búin að segja svolítið, það styttist alltaf í þá. Einhvern veginn þegar ég hitt hann Patrik hérna fyrir á tímabilinu þá talaði hann jafnvel lok júní, það er kannski ekki alveg að standast. Ég hugsa að það sé full snemmt en hérna, við tökum þetta viku og sjáum hvernig hann hérna braggast. Hérna nú náttúrulega byrjuði tímabilið svona ágætlega og svona aðeins búið að hallenda fætinn og undanfarið. Hvernig sér þið fyrir þér að svona reyna að laga gengið? Já, við höldum bara áfram alveg ótrauðir. Þetta var hörku bara leikur hinn dag og við þurftum að laga ákveðna hluti. Við gekk ekki nóg vel hérna í síðustu 2 leikjum fyrir hléð, þannig að við vorum alveg meðvitaðir á það og svona skoða þessa fyrstu 10 leiki. En við vitum líka alveg hvað býr inn í þessum klefa og umbulland tróð því að við snúum blaðinu við. Herðu bara takk kærlega fyrir þetta.